veggies. Okay, we hebben ze Edwina Philipsen. Smaakskipper, kaffe kommer out of 45 och sådär. Ja, out of 50. Jag kommer kaffe ganska skilja med det. Jag vill säga så. Sättlig. Okej, komið sæl og takk fyrir að koma á þessum kalda morgni. Í dag þá erum við með fyrirlestur heita vinnu og við erum með tvo gestur frá okkur, Karl Hjaltason frá Ís og Kristján Jósef Kristjánsson frá SOS, en þeir hafa unnið mikið við það að í verkefnahópi sem tóku hans á þessari heitu vinnu og þeir ætla að fjalla það sem hefur komið út yfir og fjalla þetta heita vinnu almennt. Þannig ég gef þér orðið. Gjörðu svo vel. Karl Hjaltason heiti ég og kemur frá Ís og þar starfa ég sem vörustjóri á fyrirtækjasviði. Sér meðal annars áhættumat og verðlagningu og annað á stærstu áhættu Ís. Það sem við höfum skoðað þarna gegnum tíðina svona ákveðin stórstjóra áhætta, eins og heit vinna og þess vegna byrjum við fyrir nokkrum árum síðan í starfshópi og þessa heitu vinnu. En það sem ég ætla að fjalla hérna á eftir, og síðan kemur Kristján frá slökkviliði höfuðborgarbæjarins á eftir, fyrsta lagi orku og afleiðing. Það byrja hérna á ágætri mynd, framinn í SAX-halinn, eða SAX-halinn. Þetta myndband frá 1993 og sýnir raunverulega orsök og afleiðingar blóðabrunnar af völdum loxugu. Það eru margir hérna búin að sjá þetta og þeir sem hafa séð þetta, þeir kannski eru alltaf til að sjá þetta aftur og svo hafa aðrir kannski ekki séð þetta. Búmiðunarstofan, þetta með smá skets frá RÚV sem á netinu. Þetta líka athyglisverður eldsvoði sem verður vegna heitrar vinnu. Brunatjón vegna logavinnu. Svo ætlum ég fara aðeins inn á þetta svo kallað hvað og reyna að fá svona kannski þá sem eru svona að horfa hérna út til þess að kannski hugsa afleiðingar, hvað þeir eru að gera, tryggingar, ábyrgð iðnmeistara, varðandi þakvinnuna og vinnu hópsins í gegnum árin og hvernig staður í dag. En síðan höfum við vonandi heitar umræður og eftir og ef eitthvað mikið liggur á, þá ykkur alveg velkomið að spyrja á meðan að fyrirlestur stendur. Þetta vídeó tekur í kringum 8 mínútur, heildin 12 mínútur, en ég reikna með að stoppa það eftir svona 8 mínútur. Ekki allir fullfærir í sænskunni hérna? Var það færa yfir? Já. Þeir eru allir búin að sjá þetta, oftar en einu sinni hérna kannski. Þetta mjög athyglisvert, sérstaklega fyrir slökkviliðsmenn held ég. Detta samtidigt kommer ett automatlarm som haft. Stationer, Kungsholmen och Solna larmas ut. Klockan 9.00 på morgonen har man under en av de 3 penningpallarna påbörjat tvättning och skärning för att ta ner en varmvattenbehållare som hänger under ett betongtak i pannrumsdelen. Värmen från tvättarbetet har förmodligen Það verður raunverulega leiðin upp í milliloft vegna þess að það verður að sjóða. för isolering och en trämellanbotten som är mellan pannrummets betongtak och tälthallens golv. När de första styrkorna kommer till krafthallen syns ingen direkt. Það sem er þennan eldsvoði kannski það að tala aðeins inn á milli og trufla mikið að þetta mjög saklaust í byrjun. Þetta bara, það hefur verið heitar rör, líklega ein rör fer upp í milliloftið, menn veit ekki alveg hvað efni í milliloftinu og það myndast þarna glóðabrunni.
Men för säkerhets skull så börjar En personalen eitthvað líst illa á þetta, þannig að þeir svona öryggisins vegna þá byrðið að fólk að fara að taka svona hafurtaskið út úr húsinu. att personalen känner till hallens brandvarning. För brandsyneförrättaren har tidigare i ett föreläggande påpekat att den brandfarliga väg- och takisoleringen i hallen bör bytas ut. Och denna information finns också i brandförsvarets utbildningsplan. Med hjälp av automatlarmets orienteringsritningar Þetta svona kemur seinna fram, það svona smá vissin á mönnum, þeir veit ekki alveg hvað við að leita, hvað menn að gera, menn hrættur opna og ýmislegt. Och man beslutar också att ta håret på taket för rökventilation. Det blir en massiv Hvað í þessu húsi? Ég held þetta hafi tennisöll. Gamalt hús. Þetta eru menn svona reyna að forðast að opna, þeir reyna að sprauta niður. Og erum við fullt af reykköfurum inn í húsið. Þeir ekki alveg vissir hvað er þarna í milliloftinu. Rätt så tjock rök och eld syns i mellanvåningen. Och angrepp löst ut med en smakna. Det har nu gått 30 minuter efter larmet. Man bestämmer en begränsningslinje inne i hallen och 4 rökdykare sätts in för att såga upp golvbeläggningen ytterligare. Men hela tiden så ökar rökutbläsningen i hallen. Man begär förstärkning av ytterligare 2 stationer och man påbörjar också. Það eru menn farin að sjá að málið er aðeins starra en einhverjum við byrjum og eru svona farin að kalla út meira og meiri aðstóð. Minnir á endanum þá sé allt slökkvilið, stoppbústur í að vinna í eldunum, uppflöðarlega slökkvilið. Och när de 4 rökdykarna i hallen dessutom börjar träffas av nedfallande takbitar så lämnar man hallen. För nu syns också lås. Þetta er 60 mínútum eftir að þeir eru kallaði fyrst út. Þá virðist vera menn sem svona að byrja að flýja. Hur brandmännen än gör tycks branden faktiskt bara bli värre och värre. Tvättstugor som ju indirekt orsakat branden där bort. Og allan tíma með horfið á þetta viðkvæmt hafið það hugfart að þetta er það sem við ætlum að tala um. Þetta er orsökinn raunverulega. Þetta er eitthvað sem við hefðum getað komið í veg fyrir. En þegar þetta er farið á stað, þá eigum við mjög erfitt ofta að eiga við þetta. Och fortfarande samtidigt så pågår en omfattande räddning av material från lokaler i byggnad. Sjá að þetta er ekki það mikið, þetta er eitthvað fólk inn í húsið og taka út og svona þannig að en menn eru farin að átta sig á hættunni, hvað er að ferðinni. Så blev en dramatisk förändring och det väller ut tjock rök på lokalerna i Marsbladet. Þetta þarna, þetta er ekki geimflóðskot að kann að vera það. Þetta er eiginlega komið gífurleg orka og ef við skoðum út fyrir húsið þarna eftir að þá er komið mikil orka, það er kraftur, það er blástur í eldinum sem að hreyfinguna dóttur fyrir utan. Og í þessu húsi var engin reykræsing. Þannig að húsið er fullt draugur og það er að blása út að innan í rauninni gífurleg orka í því sem er að reyna að losna þarna út. Þetta er eins og við sjáum geimskott. Og þarna eru menn að missa húsið, gjörsamlega. Stegabíllinn brennur inni. All personal i taket gör att naturligtvis en drabbad och lättare skador kan hoppa efter utbildningen. Og hérna sjáum við raunverulega mjög athyglisverðar myndir af þessum gafli, hvað er að gerast. Og í raun og veru svona þegar eldurinn er boðinn upp á þetta stig, þá er þetta dauðadag, það ræður ekki slökkvilið við þetta. Og eins og kemur fram hérna eftir það, þá erum við einhverjir í vandræðum með nágrennið, það eru hótelandi kring.
menn leggja aðalega á svona að reyna að bjarga því í staði fyrir þessu húsi, en það er orðin gífurleg orka að losna á læðingi. Þetta er okkur að geta kallað þessu svona flottu brunni. Ja, det är en oerhört kraftig kraft. Allt är tillbaka. Þið hafið séð svona svipan eld hérna á Íslandi sem kemur svona út úr gaflinn, svona stóran. Branden utvecklas kraftigt på 4 nya stationer. Och hela hallen. Ég þekki þetta. Þetta er gamalt hús, þannig er mjög líklega að gæti verið glerulík, þetta gæti verið pólustýring líka, sko, plast eða eitthvað. En það er eitthvað sem brennur vel. En við þurfum líka að taka til þess að það er búið að safna skífuleg orka upp í húsinu. Fjara á þakkinu. Det är stora problem med vattenförsörjningen. Vattenskållsnätet räcker inte till och motorsprutor som har satt in vid ett öppet vatten fungerar inte perfekt. Och dessutom så är Stockholm stor. Við höfum næga tíma, þú getur bara spilað þetta til enda en viljið það. Användare utlöser till att bli ett särskilt vattenförsörjning. Ytterligare tankfordon kommer till platsen och flera vatten kan det gå efter. Bland annat kommer specialfordon från Luftfartsverket och Bromma flygplats. Þetta verið frústrerandi fyrir slökkviliðsmennina sem koma í byrjun og voru þetta svona í rólegheitunum á vappinu, sko. Já. Horfa á það þróa svona. Þetta leynir á sig, sko. Og það hafa fleiri eldar þróar svona sem menn hafa ekki ráði við og oft er þetta náttúrulega Hotellverk som ligger alldeles intill och är brunavarnirna kannski ekki alveg í lagi. Hotellet och ett servicehus utryms. Det är flera 100 människor som direkt måste evakueras av polis och brand. Nu tilltar branden ytterligare och nu är det uppenbara svårigheter att skydda hotellet. 5 stationer är insatta för att skydda hotellet. Och det är mycket svårt. Þú þurfum menn að reyna að bjarga hótelinu við hliðina. Det är extremt högt. Og þannig komið sko, Det är ett problem. hvað kallar maður þetta, sko það komið það mikið gas í lofti á milli þarna. Eldurinn fann að teygja sig á milli, eða stróling. Men branden kämpar också inne i den rökfyllda gatan för att skydda hotellet. Ett tiotal fönster stängs av exhaustvärme. Inne i hotellet så släcks ett antal brand inne med hotellet. Det är nu 3,5 timmar efter branden. I 6 minuter pågår eldstormen och den är tidigt ojämna kastet på grund Ég kalla þetta eldstormin eða eldstorm, þetta með þessu skógareldur stundum. Það er eins og nefndir, þetta er saklaust í byrjun, en menn er að reyna að passa sig hvað þeir eru að gera. Núna snýst vindan það að bjarga nágrönnunni í rauninni. Superpumpen är nu dessutom snabblaga och kan sätta in i öppet vatten i bärna och vattenförsörjning. 3 nya stationer larmas till platsen för avlösning och fortsatt kraft. Och vid 16-tiden så bedöms den akuta faran. Já, þetta getur gerst. I 2 dygn finns räddningstjänsten på platsen till halv R6 och totalt. Skadorna uppgår till cirka 70 miljoner.
Já, loka þessu fyrst. Okay. Það er gott að hafa svona tækni maður, þá fyrir ekki úrskeiðis þetta. Síðan er það hérna, já býtu, við vorum ekki með þessu hérna, við vorum með þetta hérna. Það er að spila þetta líka. Já, sýttu þetta á milli hérna. Það er bara yfir. Svona. Sko. Ég ætla ekki að spila þetta allt, en þetta er mjög sniðugt fyrir. Þetta heitir 5 stórbrunnar og þetta byrjar hérna á Lækjargötubrunnanum og endar raunverulega í Borgarskálanum. En það sem ég ætla að byrja á hérna í rauninni er Gúmmívinnustofan. Sjáðu þið, þetta er ekkert ósvipað við vorum að horfa á það. Þetta er 4 árum fyrr. Þannig að Svíarnir hafi í raun og veru ekkert lært á okkur. Þarna er þetta að mannavöldum líka, orsökin. Það er verið rafsjóðinn í húsinu og þarna byrjar þetta. Það er nú kannski menn hérna sem voru að vinna við þetta, en þetta byrjar nú sakleysislega sem er tökinn á þessu. Er þetta ekki það að gengur bara betur næst brunni? Jó, kannski, en Þegar hann fór kostum. Snappaði vaxturinn á. það gerist mjög margt athyglisvert í þessu. Ég er svona aðeins stúderað þennan bruna, þó ég ætla ekki að fara nákvæmlega í hann núna hérna. Það eru meðin í húsum til dæmis, þetta er mjög stórt hús, það brennur alveg til grunna. Það eina sem stendur upp, það eru útveggirnir. Og eyðileggingin er algjör. Í þessu húsi hérna, ég ætla reyndar að taka myndir af því bæði ofan og neðan eins og það lítur út í dag, þá brann það allt. Ég held að við eini hlutinn austurmegin að neðanverðu Jón Þorgrímsson Norma sem var þar, það var eitthvað slottið, en það brann allt. Veggirnir héldu en þeir kolaust. Þetta er líka heitvinna eða hotworks. Það er skúturinn það. Nei, nú þurfum við að slaka á þessu. Ég þarf að hjálpa hérna að fara alveg. En líkurinn, þetta er stórbrunnar, þetta er inn á rúf, þetta eru 4-5 brunnar. Borgarskálinn, Lækjargatan og svona. Og fyrir ykkur slökkviliðsmenn, þá getur verið gaman að kíkja á þetta og sem aðra. En þá ætla ég svona að byrja með það alvöru glærusjó hérna. Svona leit þetta út. Ég veit ekki alveg hversu langt eftir þetta er, en ég ætla ekki að fara að tala neitt þennan eldsvoða sem slíkan. Nema hvað, að þessi eldsvoði var mjög stór og kom öllum í opna skjöldu. Og þetta er fyrirsögnin daginn eftir, ef maður rétt. Tjón borgarinnar byrjum 60 til 100 milljónir. Hvernig stendur á því að tjón borgarinnar er 60 til 100 milljónir? Jú, það er út af því að þessu tíma það rak tryggingafélag eða rak Reykjavíkurborg tryggingafélag sem hétt Húsatryggingar Reykjavíkur og það tryggði allar húseignir í Reykjavík til bruna. Þannig að Reykjavíkurborg þurfti að bæta fyrir cirka helminginn af þessu stóra tjóni sem var áætlað þá á verðmæti tjónstar 450 milljónir 1989.
Hins vegar var þetta tjón það stórt að menn reiknuðu hugsanlega mestu áhættu allt og litla fyrir allar húseignir borgarinnar. Þannig í raunni þá vantaði endurtryggingavernd upp á stóra hluta tjónu sem lenti beint á skattborgum. Beint eða óbeint, en ég held að borgarsjóður hafi þurft að hlaupa undir. Ég ákvað svo sem að fara ekki mikið í sagnfræðina þarna. Það var heilt stúdía út af fyrir sig. En miðað við að taka íbúa Reykjavíkur á þessum tíma 96.078 samkvæmt upplýsingum Þjóðskrár, deila uppreiknuðu tjóni hugsanlega í þetta, þar sem Reykjavíkurborg þurfti að bæta í, þá voru talað 4.136 per íbúa í Reykjavík, eða í kringu 16.000 á fjölskyldu. Það fór ekkert rosalega hátt þetta. Þetta er rosalega stórt tjón og þetta sýnir hversu samfélagi þurfti að borga mikið fyrir þetta. Síðan annað hafa endurtryggingariðgjöld, húsatryggingar, Reykjavíkurborgar hækkað veruleg kjölfræð. En við sem muna kannski ekki eftir þessu, þá er þetta þannig að iðgjöld fyrir brunatryggingar voru ekki frjáls á þessu tíma og Reykjavíkurborg innheimti þetta með fasteignagjöldum allt til 1955. Tíðni stórbruna, uppreiknaði í janúar 2015. Þetta er glæra sem við byrkt á formatandi í Vís þá þegar við fjallaðum Skeifubruna. Hérna er Þetta er Skeifubruninn. Hérna, cirka 1800 milljónir. Hérna eru 2 stórbrunnar sama árið. Búmiðunustofan, fyrstu vikuna í janúar. Það er Heitvinna, svo Krossanes ná síðasta daginn í desember. Báðir þessi eldsvoðar á sínum tíma eru svona verðlaðir á 350–376 milljónir, en á þessu tíma er það erfitt að reikna sig fram, það var mikið verðbólga á þessu tíma og ég veit í raun og veru ekki hvernig samsetningin á þessu er, þannig að þetta er oft á tíðu svona dálítið. Það verður að geta sig áfram hvað þetta er ekkert heilaga tölur. En eitt getur fullyrt að ég hef bara ekki meira upplýsingar á búmiðnustofuna, en ég hugsa tjóni í búmiðnustofu sem miklu hærra. Það er samt ekki fram. Þetta er hins vegar stærsti bruninn, þetta er Ísfélagið og síðan gerist það hérna í Samherji Grindavík að það brennur. Það voru ekki að gera gerst á svona stöldu tíma, en þetta er samt að gerast. Því það á markaðarum þá er að koma þetta tjón með stuttum millibili, hvort svona cirka 5 ára fresti, ef við erum að tala þetta. Tjón á bilinu 1,5 milljarð cirka. Við verðum ekkert var við þetta þegar við fyrir að horfa á töluna. Þetta getur gerst á flestu svæðum á landinu, líka í litlu sjávarplássum, það er ekki síður hættan. Og hættan felst nefnilega í sér að mjög stór hluti af þessu getur orðið til að mannavöldum og þegar það betur eftir. Stærstu tjóni verður logavinnu. Það er náttúrulega búmiðunustofan, allir byrjuðu til síðbúna fellsbúla. Vélsmiðja í Garðabæ, þar sem þeir voru loksið á nóttina, brann íþróttahús fatlaðra, Geldingarholt hérna 2016, núna síðasta árið til Glasatalum, íþróttahús Fram, Vélsmiðja í Garðabæ, Þjóðverðarservice tvisvar, nokkur skip og svo margt fleira. Ég held að Höskuldur hafi einmitt tekið saman einhver upplýsingar sem við reyndum að vinna úr, var það ekki? Á sínum tíma. Já. Altjón vegna heitra vinnu. Hérna erum við aftur komnir í svipað dæmi og í Salkan. Hérna ákveða Skagafjarðarveitur að endurnýja hitavatnsinntakið í húsið. Þetta gerist 30. nóvember á síðasta ári. Húsið, þeir ganga frá rauðin inn í húsið, 2 menn, inn í þvottahúsið, bara sína vettfangi. Um 4-leytið og þá hleypaði vatn aftur á sveitina, kom að kíkja á, þá kveiknaði í húsinu. Ekki svona kannski, en það er byrjað blóðabrunni inn í þvottahúsinu sem ég held að sé hérna. Veggurinn var sjóðheitur og það verður fljótt ekki við neitt ráðið. Þannig stendur slökkviliðsstjórinn frammi fyrir því
að reyna að bjarga 2 húsum eða missa 2 hús. Þannig að mér skilst það að menn hafi fórt á öðru húsinu fyrir torfbæinn sem var hérna fyrir aftan. En lofurinn snýst um það að við höfum ekki sjálf stjórn á því hvað er að gerast. Við fáum einhverju til þess að vinna fyrir okkur og þeir vinna verkið. Ef þeir sinna ekki sínu sem þeir eiga að sinna, þá lendir kannski tjónið allt á okkur, þessi skyldi. Svona það. Konan var ekkert heima, hún bara kom að þessu svona líka við. Það er sorglegt að segja frá þessu en svona geta hlutundi gerst ef það er ekki hugsað fyrir öllum. Og boðskapurinn líka kannski sá, við þurfum aðeins þegar við byrjum að vinna við þessum logavinnum og þurfum við aðeins að hugsa hvað erum við að fara að vinna með, hvað er inn í veggjónum og hvernig getum við gert viðandi ráðstafanir. Þá er turna með flötu þakki. Þess að myndið þeirra á Lögudal. Þetta er draumur hvers slökkviliðsmanns, það er ekki svona. Sjáðu vanmáttinn. Þess að taka fram að þetta hás er að brenna þetta, eldurinn verður ekki til á þakkinu. Það verður svona þriðjast íbúðum tegis upp í þakkið. Mun nokkuð ganga eiga við þetta. Ef einhverju þeirra menn fara upp á turnana, sem eru nokkru hérna, og það kviknar í. Ég las með aðeins til hennan eld hérna, það er sjá hvað körfubílinu vanmáttur hérna. Það þarf að vinna allt inn á frá, það setja reykkamerann upp. Þeir hafa sett eitthvað 60 í segja þetta. En þetta er það menninni til þess að sleppa niður ef það kveiknar í hana. Þetta sýnir alvarleika málsins. Við erum að, þetta er graf alvarlegt ef þetta gerist. Og hvað er nummer 1, 2 og 3? Hvað eigum við að gera? Byrja að virka fólkinu, byrja að bjarga þeim vinnandi mönnum sem eru uppi. Hvernig ætlum við að forgangsraða? Hvernig ætla 22 manna varðliða eiga við þetta fyrst? Allir kannast við þetta. Þetta var nú kannski kveikjan af því sem fór á stað. Þetta er miklu betur myndra þessu reyndar. Þarna sprakk til þess tankur og lenti rétt hjá henni slökkviliðsmanni. Allir sáu hringbraut. Hvað ætla menn að gera þarna ef það kemur hópur manna og byrjar að vinna þetta þakið það sem er flatt þak? Ég hef ekki hugmynd um hvernig að reyna á það. Ég veit ekki hvort það er frauðplastið í póli úr þann, ull, dúkur, ofan og undir. Hvaða reglur eru í gildi? Hvað ætla menn að gera ef það kveiknar í hérna? Er ekki skurðstofa á Landspítalanum sinna? Minni það. Er eitthvað reglur hérna? Er eitthvað fastmóta reglur sem menn notast við? Og hvað ætlar aftur á móti ein vakt eða varðlið að gera ef það kveiknar í hérna? Og hvað? Ég ætla ekki bara að raufli mér. Hvað svo? Eldur það ekki slysatild?